og það verðist nú einhvern veginn alltaf vera þannig að það alltaf bætast við ný og ný brot. Já. Maður heldur nú stundum að þetta sé búið, Mhm. nú verði engu bætt við Nei. söguna, Mhm. en svo fengu þetta nýjar upplýsingar núna í mars Mhm. sem að auðvitað sýna í rauninni að mér finnst bara ég er svona að reyna að vanda mig og nota ekki vestu Nei. blótsir í íslenskra tungu en svona sýna bara hreinlega algjöran siðferði skort þarna upp í Östaliti. Já. Mér finnst það er bara það sem að mér finnst alltaf verða svona kristallast alltaf meira og meira. Mhm. Því að miða við þessa fréttir, þessar upplýsingar sem að koma núna í mars, Mhm. þá er allan að ég farin að trúa verstu hlutum söguna sem að ég hef svona reynt að íta til hliðar og tali að ætti ekki að átt sér stað, en nú er ég bara komin á aðra skoðun með það og ég tel bara að það sé alveg ljóst að það hafi verið komið á samband Mhm. milli minna fyrirverandi og starfsmanna RÚV áður en ég veikist. Já. Það er eitthvað sem bendir til þess eða ekki. Það er þessi sími sem að hefur verið talað sem hefur næstu í sama símanúmer og þú og alveg en sími. Já, Hann var keyptur fyrir já, veikindin. já, og það er einhver, sko, Aðalsteinn Kjartansson hættir Mhm. fyrir hádegi 30. apríl Já. á RÚV og byrjar eftir hádegi. Mhm. Og núna þegar kemur í ljós aðild fleiri starfsmanna RÚV eins og þessu tilfelli, ég hef bara ekki talið sagt þér það að nú er alveg ljóst að Helgi Seljan á aðild að málinu. Mm. Og það kemur fram í þessum gögnum að mín fyrirverandi hitti Helga Seljan nokkru sinnum. Mm. Fyrir eða? Það er það sem að hún vill ekki grjótnegla við mig, en hún viðurkenni hún hafi hitt hann. Og hún sagði mér að á fundinum þann 5. maí Já. 21, Já. þegar hún fell þess að sækja síman, Já. sem að var tekin frá mér á meðan að ég var hinum megin göttuna að berjast við lífi mínu, Einmitt. að á þeim fundi voru Arnar Þórisson, Mhm. Þóra Arnarsdóttir, Helgi Seljan og inn á þann fund kíkti Rakel Þorbergsdóttir. Já. Þannig og það sem mér finnst óhugnarlegast, Mhm. það er það að bæði Þóra Arnarsdóttir og Helgi Seljan vissu það að ég lægi á spítala. Mhm.